Já, kæri hlustandi, velkomin í 5. lótuna. Glæsileg helgi að baki, við vorum að kveðja Davíð Rúnar sem náttúrulega bara að halda Icebox 22. á föstudegi í Kaplakrikarum. Hann kynnti okkur fyrir geggjuðu line-upi. Þau get ekki þulað upp til bara lífi mínu. Nei, hann líka talaði rosa hratt og þetta var svona runa sem kom með útskýringum bak við alla og ég hann að reyna að halda í við hann sko. Hann talaði rosa hratt. Maður þarf vel að vera með blað og penna þegar maður er að tala við Davíð sko. Bara ná þessu sko. Já, hann er svona ígotnið sem er búið með 200 kaffibólla. Það er erfitt að halda með það. Herru, en ógeðslega skemmtilegt fjall, alltaf gaman að fá hann í þáttinn. En það við erum svona svolítið að winga þetta, við tökum upp þátt núna á mánudegi. Já. Erum við live eða? Við erum live. Við eigum alveg Á ég að checka aftur á YouTube. Herru, en við ætlum ekki að gera á sömu mistöku síðast og við erum alltaf að ræða það. Nei. Herru, en það var sturluð helgi að líða. Já, það var stór nöfn á helginni sem var að líða, já. Má ég segja ykkur, við erum ekki í beinni. Við erum ekki í beinni, það er gott að heyra. Það var bara helgin var góð, Kókaínuhórur, UFC 309, Tyson vs. Paul og svo næstu helgi Peter Yan vs. Davison Figueiredo. Já, það er hella lænu. Já, ég er spennt fyrir næstu helgi. Mér finnst þessi helgi, það var svo mikið í gangi. Ég vakti alla nóttina, bæði föstudag og laugardag, vakti alla nóttina alltaf að ná Tyson og John Jones og þegar þetta var búið þá var ég bara eitthvað svona, mér fannst bara eitthvað svona tómleika tilfinning taka yfir og ég hugsaði bara, ég eyddi allar þessar fucking helgi bara í eitthvað rugl. Mér leið bara eins og ég hefði tekið bara eitthvað bender, bara eitthvað jam og ég væri bara að sjá eftir öllu, sko. Byrjuðu þú svo eftir Tyson? Nei. Já, bara eftir þessa helgi. Bara, þú veist, út af Tyson var bara, þú veist, þetta var bara rugl. Þetta var bara gamall maður og rugl. Og svo fannst mér svona eftir John Stipe svolítið svipað. Þetta var svolítið bara svona gamall maður og þetta var bara smá svona rugl. Já. Ég vakti með þetta Tyson Paul instant regret að vaki eftir því svo svaf ég einmitt í 2,5 tíma skilurðu og svo bara daginn eftir pínu móki sko, ég var ekkert alveg með heila hugsun. Nei, einmitt. En það sem er sársökafyllst við það Tyson Paul bardaðan var að ég misti af 4 lótum af gælunum sem var geggjaði bardagi. Já, Amanda Serrano og út af Netflix. Ég fór inn á eitthvað ólögt stream bara út af því að Netflix var bara fail. Ég fucking keypti mér Netflix fyrir þetta. Ég var ekki eins og með Netflix aðgang og ég keypti það sérstaklega fyrir þetta af því ég var bara svona, ég nenni ekki að koma einhver truflun eða eitthvað. Svo bara virkaði það ekki og ég fór aftur yfir á ólöglega stream. Þannig Netflix, I want my motherfucking money back. Mér svo fyndi þetta sé bara Netflix 0, crack stream 1. Það er gali sko. Það er ótrúið, allir bara svona, ég er komin inn á crack stream. Þetta er fyrsta sinn sem ég allavega er að það sem OLED stream er bara smooth as sails á meðan að streamið sem maður á að horfa á það bara lág niðri. Við erum talað það var ekki hyggstandi eða eitthvað, það bara var úti. Ég skil ekki hvernig það virkar að það ekki ólöglegur streamerinn að streyma löglega streaminu. Já, en þú veist, þegar bandarískur markaður er í forgangi, þú veist, íslenska Netflix krassaði bara, en við erum að horfa á crack streams sem er tekið á einhverju bandarísku streami. Ok, en það er eitthvað bandarískt crack sem við fáum. Já. Ok, því ég er nefnilega ekki búin að sjá þennan barða, þegar ég er ekki á krakkinu. Nei. Þannig að þið verður bara að diskutera án mín. Já, en ef þetta ef ekki bara byrja alla umræðu á þessum barða, Tyson vs. Paul. Já, byrjum. Sko, það sem að ég fekk sendt eitthvað TikTok-vídeó í gær það að sko hvernig samningurinn hans Mike Tyson var. Sem sagt Mike Tyson græddi mest á því að fara alla lóturnar og tapa á decision. Þannig fekk hann max payday. Ef hann hefði rótað Jake Paul þá hann bara fengið brotaði. Og ef hann hefði unnið Jake Paul, bara unnið á decision þá hann fengið minna heldur en hann tapaði. Þannig að þetta er sett upp. Við hefðum líka getað sagt okkur það. Þetta er eitthvað Netflix, þetta er bara eitthvað show business, entertainment, Hollywood dót. Þetta var ekki íþróttaviðburður. Þetta var fucking rigged. Og það sást líka bara þetta var mér varst rosa erfitt að horfa þetta út að ég var pínu spenntir í fyrstu lótinni, ég viðurkenni. Já, þá var maður bara eitthvað. Það kom bara svolítið flottur inn, en miðja aðra lótu, þá sá maður að lappirnar voru hættar að fylgja honum, bara algjörlega, og í síðustu 2 lótunum, það var bara ekki 1 sekúnda, það sem maður var í jafnvægi, síðustu 2 lótunar. Já, og þú veist, Paul lendir nokkrum svona mjög lausum svona krókum, á fremri krókum á hann og maður sé bara, vá, hann getur ekki tekið á móti höggi. Nei, stönnaðan, pínulítið. Bara með einhverju smá, bara svona rétt bankað í hann, sko. Já, en ég er nefnilega ekki á því að þetta hafi verið reykt, per se, sko.
Nei. En ég held sér klálega þannig að Jake Paul ætla aldrei að rota Nei, eða berja Tyson. Nei, og það sást Já, já. síðustu 3 lótunar hann var ekkert að ganga mikið eftir einhverju finish Nei, Nei. hann var bara að dansa við hann Já. Hann var ekki að reyna að rota hann hafði alveg getað að rota hann Já. Þegar lappirnar voru farnar á Tyson þurfti bara ekkert mikið til að setja hann á bakið sko. Þó að þú myndir ekkert endilega rota hann bara eitt gott högg og hann bara komin í það mikið ójafnvægi hann lendir á bakið Já. Líka bara lappirnar hans eru svo slæmar sko. Já. Þú veist, þannig að það er greinilegt að hérna, þú veist, eins og hann mætti á sokkunum í viktina eða við vorum með eitthvað svona face-off og ég frétti að það væri bara út og hann var svo illt í fótunum sko. Já. Hann sagði einhvern tímann einhverju viðtali hann gæti eiginlega ekki verið, ég man ekki hvað þú veist, þetta var náttúrulega að fljúga þarna eftir að hann sló Paul það er náttúrulega stegið eitthvað tætnar á hann þá var eitthvað svona upptaka af gömlu viðtali að Tyson að ganga þessum að hann var að segja bara lappirnar hann var svo lélegar ef eitthvað myndi snerta þér þá myndi hann bara dett út hann gæti ekki, þú veist, hann gæti aldrei við í einhverju MMA eða kickboxi sko. Já. Svo alltaf steigð Jake Paul og hann á tættan á honum og hann var ekki hress með það. Nei. Sem var eiginlega svona sigur höggið yfir þessa helgi þegar hann Mike Tyson bitslappar hann. Það er geggjumynd. Það er geggjuð Það er skemmtilegt moment. En sko, það var margir mjög neikvæður út í hann bardaga. Ég held svona fyrir bardagan hafi ég verið með svona jákvæðasta tón af öllum sem ég talaði við. Ég veit ekki svona hvort það fólk hafi finnst sér bara verið að fá þetta en með það sem ég sagði fyrir barnaðan þá er ég rauninni mjög ánægð með það sem ég sá í búrinu í hringnum á því leiti sko að hann er 60 ára gamall maður og menn voru svona að tala skilu á hann í alveg heim í hringnum þú veist, þetta er 60 ára gamall maður og svona Jake Paul er að fara að drepa hann og allt þetta dót þetta verður skandal fyrir Netflix en það er einmitt það sem gerðist ekki af því að Jake Paul er bara ekki þessi fáiði sem við heldum að hann væri og kannski gerðum okkur upp að hann væri og þegar maður sá í þriðjulótu til dæmis að Tyson hafði ekki meira í sér og var farin að fjara út og svona og með þess að kommentunum spurðu sig bara af hverju kemur ekki bara Jake Paul og bara goes 10 off á hann skilur, hann hefði bara getað hakkað hann í sig og það voru þið bara svona, já, ég myndi ekki vilja sjá það og það er alveg rétt, ég myndi ekki vilja sjá það allir snúist gegn honum það hefði allir hata Jake Paul ef hann hefði bara þriðjulótu byrja bara að fucking bomba en það sem að mér fannst skemmtilegt við þetta er að Tyson kom aftur inn í hringinn hann fór allar lóturnar Jake Paul endaði bardagann og hneigja sig fyrir honum og svona sýnd honum ákveðna miskunn og Tyson eftir bardagann segir bara hey, wow, maður vil gera þetta aftur þannig að þú veist að það sko, þú veist fyrir hvern er bardagann ok, þú veist ég er komin til að horfa en mér finnst það vera svolítið moment fyrir Tyson mér finnst þessi bardagi vera fyrir Tyson og ef að Tyson sjálfur ef hann skemmti sig vel ef að þetta var eitthvað sem honum langaði að gera og honum langaði að berast aftur að þá finnst mér eins og þetta sé gott kvöld Já. En ég er ekki að segja út af eitthvað svona entertainment value umfram það að þú fegst bara sjá Mike Tyson einu sinni enn í hringnum bara fyrir það sem það er skilur það að þú haldur að hann geti boxað 60 ára gamall er kannski bara þú að vera að fá þetta skilur Já, bara ranghugmyndir sko. Já, ranghugmyndir og sem staka 8 lótur það er aldrei að fara að gerast Aldrei. En það sem getur fengið er að þú getur fengið 2 menn eins og Tyson sem er algjört legend á móti ungum strák sem er tilbúin að boxa við hann skilur, þau boxuðu bara þetta var ekki bardagi en þeir boxuðu þannig að það er svona það sem að mér finnst fallegt og skemmtilegt í þessum bardaga Það var eitt sem triggeraði mig og ég hefði sennilega fallist á það að Paul var ekki fáti ef hann hefði ekki sagt eftir bardagan hann verið að reyna meiðan ekki og reyna rótan ekki þó að það sé satt það er þá hvað disrespect Já, hann hefði mátt sleppa að segja það sko. 100% bara þú veist leyfa þess að sigla, það sáu það allir það þarf ekki að segja þetta einmitt, hann hefði ekki þurft að segja það sko, ég er sammála sko en kannski fannst honum bara að vera að fá það mikið hatt en aftur þú veist mér fannst flest annað sem hann gerði eftir og þú veist, mér fannst það fínt þannig að ég get ekki ljáð honum mikið fyrir að hafa sagt þetta fólk gerir mistök skiluru eftir á hefur PR teimið hans bara ok, mögulega sleppa þessu skiluru en allt annars fínt skiluru Já, ég sammála en annars bara ekkert í þessum barda sem er eitthvað svona hægt eitthvað Mér finnst bara gaman að horfa á Mike Tyson lappa inn í hringinn þá var ég bara svona, wow, hann er mættur hann er með eitthvað svip í augun á sér svona, þú veist, það er eitthvað og það er það sem var skemmtilegt við hennar barda þú fékkst að sjá Mike Tyson bara fara í gegnum kamp, gera þitt besta vera mean looking, slá Jake Paul utanundir og hann meinti það og maður sá líka í fyrstu lótinu Mike Tyson tekur fyrstu lótinu og mögulega tók hann aðra lótu líka hann tekur alveg fyrstu lótuna og maður sá það
hann hittir einu höggi þarna í fyrstu lótu og maður bara svona, wow, Jake Paul finnst ekki gaman að vera killtur af Mike Tyson. Þetta var vinstri, sko. Já. Það var ekki einu sinni einhver svona Engin overhand haymaker. right Nei. sem var akkurat í réttu distance, skilja. Þetta var svona reaching left. Þannig að þá var ég bara, ok, hann still packs a punch. Já. Er ekki power the last to go? Jú, power last to go en þú veist, þólið, snerpan, fætunir sérstaklega fætunir En ég var líka að ræða í vinnunni í dag, sko, að Tyson er náttúrulega ofbúslega höggþungur, en hann var svona sprengikrafts höggþungur. Höggin hans kom með ofbúslega snörp og þar var svolítið þyngdin. Og vorum að tala um eins og Forman versus, þú veist, vorum að tala um versus Forman, það sem var svona hægari högg, hvað hann var að berjast, þú veist, hann tók titilin sinn 44 ára eða eitthvað síðasta, en það var alltaf öðru sér bardaðmaður. Hann var stór, hann var langur og höggin hans voru öll svona hæginn en með, þú veist, gríðarlega þétt, þú veist, en það var engin sprengikraftur á hann. Þannig að powerið hans náttúrulega endist miklu lengur heldur en þetta þú veist, þetta sprengikraft power. Já, það getur rétt sér. Góð greining. Varst það að ræða þetta í vinnunni við konunnar? Nei, ég var að ræða við hlinn. Já, einmitt. Þá var ég að skamma mig út, ég var að kynda hann fyrir helgi, sko, bara Tyson, var að sjá þetta og barðaðinn undan, gelunar, bla bla bla, og hann ég keipti mér Netflix, svo virkaði ekki neitt, bara að skulda mér. Ég er búin að heyra settinguna, ég keipti mér Netflix 2 svar á bara svo 10 mínútur. Og eigið ekki Netflix? Hver er ekki með Netflix? Það er ekki lengur Netflix. Það er ekki svona staðbúna. Ég bara var að taka mig í tópum pásu frá Instagram, Netflix, alls konar svona drasli, sko. Það er bara smá kyrrið í lífið, sko. Það er of mikið í gangi og of mikið í boði á þessu Netflix, sko, on-joke, sko. Sko, þú að taka pásu á Instagram, sorry Biggi, þegar þú segir eitthvað svona, herru, ég er á samfélagsmiðla pásu og svo fæ ég svona skilabáð frá þér á Messenger. Svo ertu búin að kíkja á Instagram og maður svona, gauð! Ég hef bara áhyggjur af Instagraminu. Já, verður bara í samfélagsmiðla pásu, ekki senda mér skilabáð á Messenger. Já. En það er að Messenger fyrir ykkur, sko. Þetta er bara fyrir ykkur. Já, það er fallegt. Já, það make sense. Sáðu gælunar undan svona? Já, það voru góðar. Ég veit ekki með besti bardagi síðari ára, en þetta var fínt, sko. Síðasta lóta var svo geggjuð. Já. Þú veist, þær voru bara, alla lótuna fannst mér vera geggja. En ég veit aðeins ræða hann bardag. Já, mér fannst Amanda Serrano að vinna, sko. Mér fannst hún taka fyrstu 3 eða 4 lóturnar og... Hún tók fyrstu 3 allavega, sammála því. Já. Og svo fannst mér að skiptast bara nokkuð bróðulega og lótum eftir það. Og, mótarinnar misti stig. Já, nákvæmlega. Og hún var alltaf að fara með hausinu undan sér. Ég skildi ekki alveg hvað það var. Hún var alltaf að leiða með hausnum. Og alltaf að svona beygja sér niður og kyrði sér svona hausin upp. Sem er bara banna, sko. Hún líka skar Serrano þannig, sko. Já, einmitt, og náttúrulega sátt var ekki bara augabrúnin er bara lafandi. Jú, hún var illa kátið, sko. Og það var eftir svona headbutt, sko. Já, einmitt. Setur smá, svona blett á barða. Gerir það. Að því hún getur hún ekki sagt ég vil ekki berjast meira, því þá tapar hún, skilur. Hún þarf að fá læknirinn til að koma inn og segja þetta er búið, skilur, eitthvað svona telja skórkartið, þessi skurður hérna er ekki í lagi. En ég sá þetta ekki sjálfur, sko. Þú veist, þetta fór allalega. Netflix, já. Þetta fór allalega. Ég bara sá ekki skurðin, sko, hvort að dómarinn hefði raun og veru, sko, átt að koma og stoppa barðan. Nei. Það var ekki, mér fannst hann ekki að segja þess að skurðin hefði stoppar bardagan, en sko skurðin kemur út af ítrykkuðum svona headbutts og þú veist, þetta var hérna bara á þú veist, það var bara hér og það hefur bara gríðarlega áhrif á bardagan, sko. Og mér fannst bara ekki að tekið til þess að það var tekið stiga henni, ég veit ekki, ég var ósáttur með þessu úrslit. Mér fannst það skrítið út og mér fannst Serrano leiða þetta, svo tekur hún hana, sorry, ég man ekki hvað hann heiti, Katie Taylor. Já, Katie Taylor. Já. Svo tekur hún lótu, ég man ekki hvort það var 4. eða 5. En ég hugsaði, ok, ef hún vinnur restina lótunum, þá gæti hún tekið þetta. En svo gerur hún það ekki, allan ekki svona mjög samfærandi, plús það og missi stig. Ég er bara einhvern veginn að komið svo óvart að hún skildi vinna bardagan undan. Það er sammála. Alveg sammála. Ég ætla ekki að kalla það rán og þú veist, ég var svo sem, þú veist, það var seint nótt og ég var eiginlega bara að bíða til Tyson og þú veist, var ekkert allt of mikið að spá í þessum bardaga, en mér fannst þetta mjög skrýtin ákvörðun. Ég skrifaði hérna
skrifaði grein þetta kvöld. Já. Ég er svona að reyna alltaf að vera hlutlaus og vera ekki að taka neina afstöðu í greinum ef er eitthvað umdeilt og segi bara að vera umdeilt en þetta fór svona bla bla. Ég átti ofboðslega erfitt með það í þessum bardaga. Ég held að þetta sé erfiðasta grein sem ég skrifa þar sem ég er ekki að segja bara þetta var bara vitlaust, skilur. Fattarðu mig? Það var allavega, mér fannst erfitt að vera alveg hlutlaust því að mér fannst það vera rán. Missa stig og mér fannst hún taka fyrstu 3 ár, þú veist. Mér fannst það skrítið. Það var bara, mér fannst það bara vera augljóst. Og mér fannst hún betri flesta lótur eftir að mér sann líka, sko. En þetta er bara það sem allir ætti að fara aftur og horfa á. Já, ég mæli með að horfa á hann bara. Já, það var góð fætt, sko. Ég veit ekki hérna með besti bardagi síðara ára, en þetta var örugglega bara skemmtilegasti kvennabardagi sem ég séð. Þetta er skemmtilegasti kvennaboxbardagi sem ég séð, sko. Já. Það er gaman sko, það var sagt í hérna uppbytuninni fyrir þáttinn að þetta matchup væri svona eitthvað sem að Jake Paul væri stoltastur að í svona boxferli hafa sett saman, skilur. Já, það er mitt. Ég trúi því vel. Svo Katie Taylor er náttúrulega legend, sko. Man áttar sig ekki á því hvað hún ekki legend fyrir en ég fór að skoða þetta titlan hennar. Hún var bara með öll beltin, sko, í super lightweight. Raka þessu upp, sko. Já, betur, hún vann fyrir bardagan og splitti. Já, og þetta er bara eina gælan sem hefur átt eitthvað almennilegt breyk í hana. Samkvæmt, þú veist, þess sem ég var að lesa á netinu í langan tíma og þessi bardagi 22 var close, skilur, sem var bara sjálfgeft fyrir Taylor að vera í close bardaga. Já, og eiginlega leiðilegt að núna sé hún út af því að mann fannst Amanda Serrano að vinna þetta og þá væri svo, þú veist, perfekt að setja saman þriðja 1-1 en þú veist, það er 2-0 fyrir Katie Taylor og kannski engin ástæða þú veist, að jafna skorið með því að hafa þriða bardagan en djöld var maður til í það samt. Já, ég meina af hverju ætti Katie Taylor að taka þann bardaga? Nei, nákvæmlega. Þú veist, hún geti á séns að missa bara öll belti sín fyrir gælur sem búin að vinna til það. Engin ástæði fyrir hann til að gera það. Nei, samla, það er bara rugl. Svo voru hérna einhverjir fleiri bardagar á þessu karti misgóðir, þú veist, það var líka einhver sem var með WBC eða BO beltið eða eitthvað þannig, en svo voru bara eitthvað svona tvær samfélagsmiðla stjörnur þessi er búin að æfa box í 3 ár eða eitthvað svona búin að taka boxinu sinni alvarlega í 3 ár að móti eitthvað besta boxara frá Indlandi og þú veist, og þessi gaur hann var eitthvað svona comedian og sko gaf út comedy special á Netflix árið 2019 þú veist, alveg búin að vera í showbusiness lengi og svona, þú veist, byrjaði að boxa þú veist, eitthvað nýla, mætir einhverjum gaur og bara gæti ekki neitt, sko og þú veist, það var svona misgóðir bardagar á þessu karti, sko Já Ég horfði á allt kartið, það var engin barðað á kartinu nema þessi 2 síðust sem ég svona var búin að merka sem eitthvað til að ræða. En algjörlega. En það var svona, þú veist, í byrjun hvað barðað sem þú veist, það var alltaf kom alltaf svona stats, þessi gæi, þú veist, var svona gamall þegar hann gerði þetta, eða þú veist, hann á þessa titla, en það var bara svona, this guy er með 150 milljónir followers á Instagram, það var selling pointið einhvern veginn, þú veist, það komu upp stats og skjáin til að segja manni hversu margir voru að followa þetta fólk, fattar við, það voru svona aðra áherslur, maður tók líka eftir í salnum, þú veist, það er alltaf sýnt svona frækt fólk, það var bara leikarar, það var engin úr bardasenunni á þessum viðburði. Rosa mikið af Netflix-sérnum þarna. En núna er svo mikil umræða í kringum hvað Jake Paul er búin að gera mikið fyrir boxið með öllum þessum bördum sínum sem er ekki ósanngjarnt þannig að hann alltaf er búin að hafa fullt af nýjum augum á þetta. Það er alveg rétt. Já, það er jákvæmt. Já, en sko, segjum svo núna, þú veist, þetta er fyrst Jake Paul bardaginn þar sem the world was in suspense og var bara að bíða svolítið eftir þessu sem ég allavega tók eftir, þú veist, það voru, fólk var spennt fyrir þessu, sko. Já. Þeir sem svo tjúnuð inn á þetta er þetta til þess fallið að þeir sé að fara að horfa á fleiri boxbardaga? Ég veit ekki, kannski fleiri Jake Paul bardaga eða eitthvað? Sko, já, eða sko, hérna... Sérstaklega þegar mistu þá 4 lótum af 8 eða eitthvað hjá þessum gælum, sko. Já, það er náttúrulega algjör skita á hálfu Netflix, af því að það er í raun og veru... Söluvaran. Það er það sem að, þú veist, ef að Jake Paul væri ekki þarna, þá væri þær main event. Já, 100%. Þá væri þetta aðalbardaðin til að... Þær voru í raun og veru, svona, þú veist, það er í raun og veru main eventið, hinn er svona, þetta er exhibition fight þetta var mest í gæða bardaginn. Já. Og þú veist, það er bara rosalegt feil að við erum ekki að passa útsendinguna betur í bardaginn sem þú veist að er langbesta boxið í allt kvöldið. Þetta er reyna bara, ég er hissa á Netflix en þetta er náttúrulega að byrja að streyma íþróttir í fyrsta skipti þannig að það er einhver sveittur tæknimaður sem er bara, ég veit ekki hvað ég á að gera Nei, og þeir hafa kannski ekki gert ráð fyrir svona, þú veist, þeir hafa hort á okkur tölur yfir síðustu barda kvöld og bara ok
og ekki gert ráð fyrir svona brjáluðum áhuga því að þú veist, fólk allan heima bara kaupa Netflix til að horfa á þetta sko. Nákvæmlega. Ég er bara allir Íslandi að fara að kaupa Netflix. Já. Mér finnst að Jake Paul var bara alveg viss tölurnar, alla tölfræðina, leða hann fekk mækin, bara eins og einhver var bara búin að koma með bara eitthvað til hans, bara, heyrðu, við fengum svona mikið og svona mikið, svona mikið, hann var alveg bara, heyrðu, þetta er besta sem maður hefur gert og bara, hvernig veistu það? Þú bara varst að berjast. Já, hann er svona numbers guy, sko, hann er gæi sem að veit hversu margir eru að horfa á sig, sko. 100%. Hann pælir geðveikt mikið í þessu. 100%. En það var náttúrulega ekki pay-per-view, hann getur ekki sett streymis veitu sem er með áskrifendur og sagt, þetta er meira successful en all pay-per-view, það fleiri að horfa á þetta en það ekki allir að borga $20 bara fyrir þetta. Þeir eru svo að fara að horfa á Friends, þú veist, þeir eru búnir fyrir sama pening, skilur. Fyrir sama $20 er hann að fara að horfa á þetta og svo horfa hann á Friends og svo horfa hann á bíómynd á morgun, skilur. En það er svo spurning hérna hvort að Netflix gerir meira í íþróttum, skilur við, af því að nú er hérna Showtime hægt með boxið og svona sem var svona aðal box streymarinn, sko. Hvort að Netflix setja ekki upp fleiri í boxkvöld, skilur við. Það hlýtur að vera. Sko, tekjunir á Netflix síðustu ár hafa náttúrulega verið að draga saman sem er svona þvert á þeirra viðskiptamódel og þeirra viðskiptamódel er bara við töpum pening til þess að fá fleiri áskrifendur. Það er svolítið þeirra viðskiptamódel. Og það hefur ekki verið að virka með þessa venjulegu streymisþjónustu. Þannig að þeir verða eiginlega bara outsource í eitthvað annað til þess að halda áfram að bæta við sig áskrifendum ár frá ári. Já, ég held sko líka að svona hinn meðal hvíti kallmaður sé ekki rosa mikið on Netflix en þá skilur við. Þetta var geggjað á sínum tíma en þeir var rosa mikið að sigla áður svona Love Island, Love is Blind svo er ég bara svolítið svona vinstri sinni PC-dóti sko. Það er rosa sjaldan það sem ég opnaði hér nýja Netflix-seríu og ég bara næs, þetta er eitthvað sem ég tengi við. Nei, var það ekki bara að segja Ricky Gervais uppistandi? Jú. Sem hann lasti ekki búið að taka út. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að þeir séu búin að missa sko ákveðna svona demografíu og sem að þeir gætur unnið inn með íþróttin bara. Þeir ættu bara að fá bara UFC, NFL, allt að neinskilur þá kæmi svona hinn meðal hvíti kallmaður aftur tilbaka og bara, þetta er geggjað. Ég held líka svona í kjölfar allra kostningarna sem hafa verið í Bandaríkjunum bæði ríkislega og svo í þingunum og svo hérna í forsetakostningunum held ég bara að núna séu öll fyrirtækin átt, núna er bara hægri slagsíðan svolítið að taka yfir og ég held að allir sé að fara hægt og rólega að færa sér nær henn aftur sko. Já, ég hugsa það með hvað það er á mörgum mismundi sviðum það hefur í rauninni gengið vel. Já. Þú veist hvað sem er tölvuleikir pólitík, streymi, whatever þátt að gerð. Það hefur gengið svolítið vel. Það er annað vingill að fara að hljóma þessu podcast með Davíð núna. Ég var að ræða pólitík með Ég var að ræða stöðum drengja í skólakerfinu. Geggjað. Hérna, við viljum fjölur eitthvað meira minna barða eða bara halda á með líf okkar. Já, höldum á. Ég er sammála. En það var UFC 309 helgina þar sem að Stipe og John Jones mættust. Ég man sko fyrir svona ári sem þau byrjuði með þetta podcast og þá væri bara, mér laka til að tippa hann bara að John Jones er að buffa Stipe. Svo einhvern veginn sökkir að ég sjálf á mig ég trúa því að Stipe gæti einhvern veginn svona one punch, þú veist, nokkað hann út eða eitthvað svona komið tilbaka, hann er ekki að góðu Stipe og eitthvað, náttúrulega heavyweight og eitthvað var svona fyrir að kaupa það sko og sagði það í síðasta þætti. Boy was I wrong. Já, ég held ég að vera nokkur svipari línu í síðasta þætti. Kannski ekki alveg að segja að hann myndi vinna, ég held að við hefum ekki alveg verið þar. En við vorum á því að þetta yrði competitive sem var vitlaust. Ég lét hennan countdown þátt og þetta embedded series vídeóin á YouTube alveg blekja mig því að fyrir þetta var ég bara John Jones bara frústunum og þetta er ekkert spurning. Svo horfði ég á hennan countdown þátt og þetta drast promotional efni á YouTube og ég bara, heyrðu, Stipe bara, hann á séns, þetta er bara 50-50 maður. Þetta er með eitthvað skoðin í 1,5 ár, 10 myndi fyrir fætt og maður horfði einn embedded þátt og oh boy, he's back baby. En ég fekk svipað tilfinningu að horfa á Stipe bardagan frá þegar mínúta var liðin á fyrstu lótu og alveg út bardagan fekk ég svipað tilfinningu og síðustu 4 lótunum í Tyson bardagan. Þetta var of gamall maður sem átti ekki heima. Bara mismats, hann var ekki með lappirnar undir sér. Þú veist, boxið hans er svona ég hugsaði boxið hans er leiðir hans en hann var ekki með fótaburð til þess að búa til þessir angles og koma sér inn og út úr range, þú veist
hann var einhvern veginn alltaf í John Jones range allan tíman, Já. þú veist, annarkvort bara alveg úti eða alveg inni þú veist, í spark range eða wrestling range voða lítið í Stipe boxing range Já, sem svona eitthvað sem við snertum aðeins á í sísta þetta, var með þessi range pæling sko. En John Jones bara stjórnaði félaginu 100% en sko, og Stipe var ekki með fætur og setti heldur ekki paceið þannig að hann gæti ekki forsað boxið sko. öll snerpa sko, Stipe var aldrei snöggur bardagamaður ég var aldrei sér bardag með Stipe sem ég var bara, wow, he's like a lightning en öll snerpa farin það var ekki neitt, það var ekki til sprengjukraftur í manninum sko. Og ég hugsaði að kannski þetta time off sé gott fyrir hann, en þú veist, það var kannski bara 1,5 ári of langt Já, eða 2,5 ári Já, þú veist, ég hef alveg viljað sjá hann taka ár hann var rotaður en Ngannou sko en 3,5 ár það var augljóslega allt og langt og aldur það var bara erfitt en það voru nokkri punktar sem kom með það sem ég tók eftir í bardagunum það sem gerir John Jones svona góðan ég var að hugsa það í bardagunum hvað gerir hennar mann svona yfirbyrða betur en allar og fór ég að skoða höggina og ég tók sérstaklega eftir 3 spörkum með vinstri fæti það er senast úr softball úr softball já, tók hann hérna það var body kickið og það var, þú veist, beina body kickið típið já, og svo hliðar body kickið og framan á hann að læri sparkið þau litu öll eins út þangað til að hann var komin í ákveðna fjarlægð og þá of seint að bregðast við og síðan fór ég að fylgjast með fleiri höggum það eru ótrúlega mörg högg frá John Jones sem líta rosalega svipað út þangað til síðustu 20% af högginu og þá fannst mér hann jafnvel að vera farin að sjá bara, ok, hann er farin niður með hennar þá gerum við þetta hérna, hann er farin þannig þá gerum við þetta hérna þú veist, það myndi mig, þú veist, þetta full body fake, skilur líka bara, þú veist, hann gerir vel að fara í bodyð og þú veist, hægt rólega að fara alltaf hendurnar að Stipe meira niður þú veist, hann vill ekki, þú veist, það er vont að fá þetta hérna og þú veist, þá náttúrulega brotnast allt uppi Nákvæmlega skemmtilegt, þetta var engin flugeldasýning en sáðu samt að hérna sáðu að Jones var að tala við Trump bara, hann var að leita tækifæri til að fara og tala við Trump frá því að bardaðinn kláraði og fór svo að tala við hann ég var að hugsa bara eitthvað, einhver er að fara að redda sig núna nokkrum presidential pardons fyrir næstu 5 ári get out of jail free card já, ég hugsa bara, hvað ætlar sem er mörg get out of jail free card til rassasalum með þetta spjátt John Jones hefur bara, heyrðu, T-Bone ég er bara að vera að geða mikið kokain ég er bara að gera fullt af mig, ég er bara presidential já, má ég fá 3 ár ef ég fá 3 ár, þá skal ég tala Jésu Krist og þig og allt bara það var svo geggjað þegar hann kláraði bardaðinn og tók Trump-dansinn fucking smack ass Trump dans en finnst samt hvað hann er eitthvað socially awkward gaur maður John Jones mér finnst það en svo þegar hann var að tala hann við Stipe og Kid Rock how good was that Elon how good was that og sann, finnst hann pínu socially awkward oft þegar hann er að reyna að vera næs gaur sem trúir á Jésu Krist en þegar hann er bara fáviti þá er hann ekki það er líka hans natural element það er svolítið það sem ég er að meina sko ok ég er með, þú veist, mér finnst svo augljóst að hann að leika hlutverk út af því hann veit ekki alveg hvernig hann á að vera ég skilji, ok ég skilji en sko því litt line-up samt að vera með sko Donald Trump, Elon Musk og Kid Rock saman ég var að ræða mest random samsetningur af mönnum í einum hóp sko þetta er ekki fyrst skipti sem að Trump og Kid Rock sitja saman á UFC viðbyrjum sko hvað eru þeir einhverju vinir? Ég held þið sé homies sko Dana White alltaf bara, herru, Kid Rock getur að skemmta Trump Kid Rock en hérna djöðl að teki vel á móti Trump það mætti það bara stóðu allir upp sama hvað upp í Rjáfrið og Sass það stóðu allir upp og það settist ekki niður bara fyrir Trump var sesti niður sko Nei. hann er hann hefi finnst all já, það sást líka bara í kosningunum sko mér var selt af íslensku fjölmiðlum að þetta er the close sem þetta var ekki þetta var ekki einu svona nálægt því að vera close þetta var nokkuð þetta var eins mikið volkóður og forsetakostningar geta verið fyrir utan þegar Guðni T.O. vann hérna með 98% eitthvað daginn árið þannig að þú veist
hann greinilega ógeðislega vinsæll í Bandaríkjunum. Já. Og sérstaklega New York. Já. Það náttúrulega í New York, það sem hann hefur búið. Og það náttúrulega, sko, UFC að græða þessu. Já. Að Trump sé forseti. Já. Þetta getur bara þjóðar í þetta Bandaríkjunum. RFK var mér svo mættur með honum. Já. Það fannst mér geggjað. Það var bara einhvern veginn öll stjórnin hans tilvöndi. Af því hann alltaf búin að ráða Elon í nýja Doge. Niðurskurðar embætti sitt. Já, Department of Organization. Þetta niðurskurður á aðhalds department. Já. Held að sem við ætla að horfa á hvað hann gerði við Twitter og bara, herri, gerði þetta Já, gerðu bandaríska ríki líka. Doge. Og það finnst sko að því að stofnunin heitir Doge og þá fók Doge kryptopinningurinn á flug. Já. Allir sem átti Doge var bara I'm rich. Já, mjög góð. En þetta svona alltaf sko, þetta rosalegt teimi sem að Trump er að setja. Hann með RFK í heilsumálum, matar og heilsumálum, með Elon Musk í hérna svona skilvirknismálum og talandum hann ætla að vera með kryptostefnu líka og fá Charles Hoskinson mikinn speking inn í það sko. Þannig að hann bara svona hann einhvern veginn bara svona að setja saman eitthvað svona Avengers team af geðveitt kláru fólki. Og ég fílaði hennan varaforsetans. J.D. Vance. Ég hlusta á Joe Rogan podcastin með honum. Það er bara þetta virkaði bara svo eðlilega gæi. Þetta var svo gæi sem ég var til að fá mig bjór með sko. Já, nákvæmlega. Þeir eru nú ansi margir. Er það ekki svolítið söðluvarinn á Trump líka? Vera svona, þú veist, gaur sem að svona maður fólksins. Já, fólk getur svona, þetta fýtt gaur. Þetta getur verið vinur minn. Þótt að hann sé eins aftengdur sko almenning og hægt svona í raun og veru. Já, supernarsisiskur. Já, en það segir manni hvar stjórnmálin eru komin í Bandaríkjunum sem svona detached frá venjulegum manni að þeir samsvara sig meira með honum heldur en öllum öðrum stjórnmálum. Já. Það er ekkert eðlilegt við það. Nei. En það er líka bara gott kampæn sem hann sem hann var með. Þetta var fórsetu þátturinn 15 lóta. Takk fyrir að hlusta. Kamala Harris hefur aldrei mætt á UFC. Nei. Shame on her. Þess að tapa hann líka kostningunum. Davíð náttúrulega bara búin að vera smít okkur. Verða að hlusta á Davíð þáttinn. Hann var farið víða. Við náðum 10 myndum að Icebox eða ekki. Já. Hann ekki stærri miðinni. Já, við vorum bara að helda. Við vorum að tala um Icebox. Hann bara, getur ekki talað um stjórn. Getur við talað um stráka í pólitíkinu og stráka í lífinu og skólum og svona. Það sem hann var. Herru, já, geggjað. Herru, en hvað fannst ykkur Charles Oliveira móti Michael Chandler? Þetta var bara nákvæmlega eins og ég held að myndi vera. Já. Ef þið munið að síðast þetta? Nei. Nei, þetta bara nákvæmlega eins og sko, þetta Chandler að bíða eftir Conor. Þið munið að síðasta barða milli Chandler og Oliveira. Það var competitive. Það var rosa svart og hvítt. Það var bara eins og Chandler ætlaði að klára hann snemma og svo tók Oliveira yfir og klára hann. Sko, eina skipti sem mér fannst Chandler eða ykkur chance var í 50 lótinni og það var, og ég tók eftir því mitt svona 10 sekundum áður en að hann hitti þessi 2 högg sem í raun og veru byrjaði þetta sequence þar sem hann, þú veist, átti chance. Ég var bara, Charles virka pínu kærlaus. Hann var alveg pínu kærlaus. Hann líka bara þreyttur. Já, hann virkaði meira kærlaus heldur en þreyttur. Hann geti verið þreyttur líka. Mér fannst það bara að vera svolítið svona komin í vannmats ástand bara og alltaf sigla þessu. Mér fannst sko lok 4. lótu, þá er hann á bakinu á hann á gólfinu og maður sér hann ekkert að reyna að fara að gera eitthvað tjók, hann bara að halda sig þar og hann svolítið bara svona chilla og maður sér bara svo síðustu 5 sekunduna hann ógeðslega þreyttur og ég held hann bara, þú veist, einmitt komið svolítið orkulítið inn í 5. lótuna og ætlaði að reyna að sigla henni heim, lendir hann í vandræðum. Ég skil ekki á hverju Keith Peterson stoppaði ekki þessi 20 högg í hnakkan á honum. Það var ekki bara í 5. lótunni, það var líka í 1. lótunni. Þegar að Charles Arona sko, ég var að garga á sjónvarpið og þá var hann bara að berja hann aftan á hausinn stöðugt til skiptis hotnið hans Charles Oliveira að þeir voru í hotnið hans Oliveira og hann hotnamaður hans bara eitthvað leiti dómarna bara, hann hefði berja hann aftan á hausinn og svo sagði Oliveira það líka í 50 lótunni held ég, kvart á undan því en það var ekkert sett út af svo greip hann í búrið, svo hann alltaf að grípa eitthvað í kringum opið á hönskunum hans líka. Chandler náttúrulega, maður fattaði eftir Dustin Poirier bara að hann er pínu dirty. Mjög dirty. Já, pínu dirty. Þú veist, maður sá það þar, því að þar var svolítið bara doing whatever it takes to win. Og þetta var svolítið hann líka og það er greinlegt að dómar að þurfa að fylgjast betur með honum. Sko, ég held að Chandler leifir sem að vera dirty, því að hann er pínu, hann er svolítið undersized. Hann er í rauninni
featherweight eða ekki. Hann er mjög þykkur. Hann er með rosa massaði fyrir þessa vikt og hann er larri en allir í þessari vikt, þannig að þú veist, hann gæti verið í léttari þyngdaflokk, auðveldlega, ef hann bara myndi skera smá þessi kjöt af sig, sko. Þetta kjöt er líka ekki að hjálpa honum. Nei, hann er algjört muscle machine, sko. Já. Mér fannst ég eiginlega hafa ofmetið Chandler komandi inn í þennan bardaga. Sko, já, ég vissi hann er graður, sko. Já. En það er kannski ekki nóg. Nei, En voru við ekki bara þannig að sjá, þú veist, framfærna sem Oliveira hefur tekið frá síðasta bardaga, hann er líka búin að vera að keppa bara með besti gaurunum reglulega frá þeim tíma á meðan Chandler er búin að vera að bíða eftir payday og ekki berjast neitt. Já. Mér fannst bara komið svo mikið gap í gæðum á milli þeirra miðað við síðasta bardaga. Já. Við sammála. Ring rust. Já, og bara þú veist, Inactivity á ring rust. þegar þú keppir á móti Islam Makhachev og tapar mótunum, þú ert betri í næsta bardaga, sko. Þú lærir af þeim bardaga. Og Chandler er búin að vera í þessum bardagum, skilur við. Búin að taka erfiða bardaga á móti erfiðum gaurum. Þetta er Oliveira. Já, Oliveira, fyrir ekki, búin að vera í þannig bardagum, þó hann hafi unnið flesta, þá er þetta alltaf erfiði bardagar og hann greinilega er búin að vera að taka miklum framförum á meðan Chandler bara staði í stað. Já, það er svolítið keysið. Oliveira klárlega, þú veist, betri núna en hann var áður og Chandler bara ring rust og allt saman, skilur. Þú veist, undersized Oliveira er svo miklu stærri en hann, en þetta var fight of the night samt. Já, ég skilði þetta og mér fannst það rosa skemmtilegu bardagi og mér fannst glímu, það sem kom mest á óvart var að Oliveira var bara attacking wrestle fokka Chandler á tímabili í wrestlinginu, ekki bara í itsinu í takedownum, bara með geggja kreatív, skemmtileg takedown Líka bara outstrike. Já, og svo ég reyndar, sko, ég bjóst við því og mér finnst sjálfs Oliveira bara vera mjög flottur strækjar, sko. Já, hann er það. Ég bjóst ekki að það myndi vera og ná í wrestling extensionum þótt að myndi kannski vera, þegar eru komnir í gólfið þá er hann vesen, en ég bjóst ekki við að hann var bara að rífa Chandler niður í gólfið bara easy, liquid. Nei, ég átti heldur ekki vona því, sko. Þannig að ég hef svona komið svolítið óvart, þannig að ég gati ekki alveg svona gefa mér í hugan svona hvar Michael Chandler ætlaði raunin að vinna þennan bardaga. Nei. Því að hann vildi ekki fara í gólfið með hann, þannig að segja, sko. Nei. Oliveira var að glíma í drasl og er með alla stærðir og getu í strækinginu. Já, það er bara Chandler átti ekki sens. En Chandler er náttúrulega brjála sjómenn. Ég var að, sko, þessi 2 slömm hann í fimmtulótu, þau voru aldrei að fara að gera neitt, en þau gera þetta skemmtilegt. Já. Alveg, hann gerði þetta líka í fyrsta partinu. Já. Og svo átti hann að WWE moment á mæknum, sem mér fannst líka helviti skemmtilegt. Það var eitthvað að segja að það væri cringe, sem ég fannst að geð. Já, mér fannst það flott í honum. Þú veist, hann hélt sér aðeins relevant þarna, bara fyrir að vera sjómenn, skilurðu. Þú veist, hann er að tryggja sig bara main card slott fyrir að vera ógeðslega skemmtilegu gaur. Já, sem alveg, ég held að Michael Chandler sé skemmtilegast í UFC barðamaður í dag. Þú veist, ekki eitthvað svona gaman að horfa á hann að berjast af því að hann gerir svo fallega tekni eða eitthvað. Ekki tekni, nei. En hann er svo reckless og bara, hann er bara svona, hann kemur bara eins og einhver kúla, bara einhver svona wrecking ball sem að bara annarkvæmt höndla menna eða ekki. Ef þeir höndlaði ekki, það var bara brútal, skilur, bara Dan Hooker knock the fuck out, skilur. Og svo er hann góður á mækinn og hann er klár. Þú veist, þegar maður hlustur að tala, hann er alveg klár gaur, sko. Já. En þetta er bara Dan Hooker og washed up Tony Ferguson sem hann hefur unnið í UFC. Já. Já, hann er... En þetta er entertainment. En sem ég segi, ég gef hann sjómennstíðin, öll sjómennstíðin, ég gef hann þau. Og það heldur hann minn á main card. En sko, svona fighting ability, hann er bara búin að dragast aftur úr packinu á þessu að bíða eftir payday með Conor. Já, ég held að það sé sanngjarnt að segja það, sko. Sem er algjör... Það er algjör synd. Já, er það. Sáðu fólk Conor eitthvað á Twitter og róslega fyndi að Joe Rogan sagði það bara eitthvað Conor's Twitter must be eitthvað svona komið eitthvað svona komment með það. Ég held að er Conor ekki búin að vera bara legin low svolítið undanfarið? Sko, þið tóku eftir hann að hann setti hann var eitthvað gaur sem setti en eitthvað er ekki bara komið tími til að hætta og hann setti kannski. Ég er bara ekkert séð rosa mikið frá þeim tíma, sko. Er hann bara hættur? Ég veit það, ég er bara að segja, ég hef ekki séð mikið af einhverjum svona memes eða annað á Twitter-færslu sem hann er að setja eitthvað á Twitter og eiga þau út
að dissa ykkur og reyna að búa til eitthvað Já, hann samt kommentaði á hérna þegar Michael Chandler kallaði hann út og kemur hann eitthvað I yearn for the cage Já, við skulum vona bara að hann hérna skilir sér á endanum Já, ég sammála Ég ekkert svo vissum að það sé caseið sko. Ég ekki bersið Nei Ekki að vera competitive í UFC hann getur verið að púla þetta layaway og vera í algjöru rugli þú veist, hann búin að vera jafnlega lengra layover heldur en Chandler og hann búin að vera fullur síðan að hann barði síðast meirið að meina En sko, bursið frá því sko að því að ef þú búin að vera fullur allan tíma og bara eitthvað, þú veist, rusty og eitthvað þá held ég að sé bara eiginlega engin barndamaður sem eitthvað svona, þú er búin að fullur í 3 ár Þetta góð barndagi fyrir þig Ég held að sé engin þannig í UFC þannig að sé sko En Michael Chandler samt svona, þú veist hann stuttur hann þú veist og það þetta platan í Fire Show og Conor vitum að Conor hættulegur í fyrstu 2 þú veist, eftir það fer þetta að vera erfitt því að hann, þú veist, eins og Rúfí við tölum við eftir, þú veist, það fer rosa mikill kraftur í hvert einastök og þetta fyrir eitthvað stórar hreyfingar sem hann að gera mikið þannig að hann ekkert með powerið hann ekki með tankin í 3, 4, 5 lótur en hann yfirleitt flottur í 2 og Chandler þannig svolítið, hann geggjaður í 2 þótt hann sem betra kardióvaldur en Conor og yfirleitt fyrir aðeins að draga honum eftir 2 þannig ég held að þetta verið geggjað 2 lótur en ég held reyndar að wrecking ballið Chandler sé bara og mikið fyrir Conor núna Já Ég bara svolítið sammála fyrir 5 árum hefði ég ekki verið á þeirri skoðun en núna ég á þeirri skoðun Já Ég bara Já Ég held ennþá að þetta sé bardaginn til að setja saman ef Conor kemur tilbaka, Conor vs. Chandler 100% Þetta er 100% bardaginn til að setja saman Get ekki séð fyrir mér að Conor fari nokkuð með niður í lightweight Nei maður þingist bara aldrinum sko Já, ég held að Chandler þurfi bara hann nú stuttunum þegar en hann þurfi eitthvað massa svo greið annars held ég að Chandler ég held að Chandler kötti eitthvað fyrir lightweight sko hann bara það kjötaður sko það ógeðslega mikið kjöt á þessu manni hann bara svona samanreikin einhver neandertalsmaður sko Já, þannig nú kjötið maður Herru, þetta var hérna Fight of the Night og þeir fekku báðið bónus Herru, ég með hérna innslag Charles Oliveira, þetta var 20. Hérna bónusinn sem hann fær sem sagt, hann hefur fengið $1 million bara í gegnum bónusa sem segir nú gæði þess bardamans segir mikið til gæði þessa bardamans Það var 20 bónus Já, 20. bónusinn Vá, geggjað Og sem Charles Oliveira En hefur Charles einhvern tímann litið svona vel út þessum við bardamas? Já Er það? Litið svona vel út? Mér varst, sko Dómin er það Ég meina, hann sko tjókaði Michael á Chandler Gaethje. pínu leið honum að líta vel út, sko Já, mér varst frekar Chandler leit ekki vel út, sko Já, mér varst, sko Chandler leið honum pínu að líta vel út Bæði, sko, stærðarlega séð og geturlega séð Já Mér varst mjög skemmtilegt moment var það ekki bara í fyrstu lóti þegar hann einhvern veginn nær og niður og einhvern veginn nær löppin hans og sest einhvern veginn á hann og maður veit ekki alveg hvað hann er að reyna að gera en það er eitthvað geggjað við þetta fattu og allir komið til þetta og bara það var eitthvað legglokk Já, bæði legglokk og svo líka náttúrulega þú veist, ástæðan fyrir að ég held að það var svona lengi í þessar stöðu var út af því að sko ef Charles hefði runnið aðeins af mjöðmánum á Chandler hann getur tekið bækið hans hann var í þannig stöðu þetta var svolítið svona stöðubaráttu Chandler gæti ekki mista hann á bækið á sér og Chandler, nei hérna Oliver og saman tíma var Chandler ekkert að vera að hleypa honum eitthvað í mánt þannig að það var svolítið svona pasta issue hann í gangi Einmitt. Já, það var áhugavert Það var skemmtilegt En við höldum áfram hérna talum kannski hæfileika á skornum skamti Bo Nickal átti Paul Craig Já ég var alveg tilbúinn að veðja á Paul Craig fyrir hennar barða að ég var bara svona stuðlarnir sem voru 8,5 eða eitthvað Paul Craig bara does not do it justice sko ég fekk eitt parlay sem ég setti saman fekk ég sko 7,2 á bardaginn færi alla leið Já, einmitt, ég tók það og ég var bara eitthvað, what the fuck bara hver bjóð svo stuðla til af því að ég hefði haldið að væri meiri líkur en ekki að þessi bardaginn myndi fara alla leið sem hann fór Einmitt Þannig að ég var ekki alveg að skilja þess að stuðla að allir haldi bara eitthvað Bo Nickal væri bara að fara hjóli gegnum hann Hvernig fannst ykkur þessi bardagi? Sko, leiðilegur en Bo Nickal vann 30-27 unanimous decision across the board Mér fannst Paul Craig vinna fyrsta lóti Sammála Já, ég sammála því Ég var mjög hissa þegar eitthvað sagði bara 30-27 og það er bara, ha? Já
En mér varst Paul Craig vinna fyrstu lótu Ég held að hann hafi líka trúið sjálfur Hann var inn í annar lótunni Já, Önnur lótan var ekkert clearly nickel þó ég hafi gefið hann á nickel þá fannst mér það ekkert augljóst nei Þriðja lótan var bó Já, Ég held sko meiri hlutin á top 15 í middleweight sé að fara að smóka bóni Já. sko. Já ef þú færir móti Paul Craig og átt þessa framistöðu hvernig er þetta að plata? Paul Craig var eiginlega bara betra á fótum í fyrstu lótunni Já. alveg töluvert sko. Já. Það vantar vist að þetta er ekki strækjar sko. Nei. Það vantar bara meira output frá honum og svona og hann var ekki bóin ykkur að grípa hann með beinni vinstri á og til Já, hann var þessi yfirhandar og beina vinstri, hann var að grípa aðeins með því og svo fannst mér Paul Craig vera soldið, sko í fyrstu lótinu fannst mér hann flottur, svona með hann svona gott hlutfall að myndi feints og högga hjá hann. Í annar og þriðju lótinu voru bara feintsin búin að taka yfir og höggin voru bara ekkert að koma. Nei, Þar fannst mér hann feila. Ef hann hefði verið með sama hlutfall að feints og höggum í öllum lótunum, þá held ég hann að unnið hann bardaga sko. Ég er sammála. En ég hugsa með mér hvort að Bo Nickal hafi farið inn í hann bardaga og hugsa með mér, ég ætla bara að stræka það. Já. Bara til að vera betri bardamaður. Reyndi ekki neitt. Nei, Craig, ég held bara hann hafi ekki viljað að fara í glímu við Paul Craig. Ég held hann hafi fyrirfram bara, ok, leiðinast Paul Craig á að vinna þetta er það að ég fari í takedown og hann nái tækja mér einhvers staðar og klári mig bara endi í gardinu og Craig sagði líka, var að tala um það fyrir bardaðan bara, ég held að vera engin fellutölurinn í fyrstu 2 lótunum, hann sagði það bara fyrir bardaðan ég held að viljið ekki að með að vera þurrir sem var bara alveg raunin sem var keisið sko, þannig að Bo Nickal fór að streika ég held að hann fyrir að tegja sig eitthvað mikið herra Það er bara, hann þarf að gera mikið í þessu striking hann þarf að vinna rosa mikið í þessu striking og hann þarf að vinna í fight IQ-inu sínu það sem ég held samt svo ég segi að grífa það Nei, ekkert mál en á saman tíma, ef maður mæti einhverjum strækjar þá fer hann beint í glímuna sína Algjörlega hann er bara heppinn þarna að vera að stræka við 100% glímugæða En sko, mér fannst vanta í fyrstu lótunni eða bara allan tíman við Bo Nickal var, þú veist, hann þurfti ekki að kommitta í fellutilurinn í mínum hefða Hótinni tvisvar á fyrstu 3 mínútunum og þá getur hann, þú veist, þá gæti hann droppa levelun örlítið og vonast til að Craig droppi höndunum pínlítið og þá getur hann unnið sinni í þetta range Ég held bara að hann vildi make a statement með það að hann ætlaði ekki eins og að reyna að fara í takedown hann ætlaði bara að standa og þú veist, það var statement hjá honum og hann reyndi ekki eina fellu Nei, ekki eina En ég meina, er Paul Craig gaurinn sem gerir þetta statement með? Eitthvað striking statement á móti Paul Craig eitthvað að taka mark á því það er ekkert striking statement á móti Paul Craig hann er ekki þannig bardamaður sko. Þú hefðir, ég veit ekki, það hefði mögulega getað að fara í glímu statement og glímt hann Sko ég fekk tilfinningu eftir bardagan fekk ég tilfinningu að hlutabréfans Bo Nickal hafi lækkað og Paul Craig hafi hækkað við hennar bardaga Ég fekk það á tilfinningu Þetta var þannig sigur, ég er 100% sammála en það var bara, þú veist, hann var ekki að vinna sér neina vinsældir í grátinu og allir bara overrated Einmitt, það var tjantað overrated Ég var ekki síðustu löðinni og Paul Craig bara, þú veist, hlusta á grátið af því það var ekki að tala um hann það var enginn að tala um hann Algjörlega, og ég meina, þú veist, kommentetir hann líka að tala um bara striking og Craig leitur miklu betur út þú veist, mér fann allt í kringum þetta bara fannst með hlutabréfinu Craig hækkaðins og fólk svona hann getur eitthvað afturskilur hann er ekki alveg svona búin að missa það eins og maður var búin að halda en á sama tíma horfum maður Bo Nickal bara hvenær ætlar þú að vera champ hvenær ætlar þú að keppa móti einhverjum sem getur varist fellunum og ætlar þú að fara að stræka við einhvern annan heldur en Paul Craig aldrei í lífinu sko. Bittu fyrir það sko Bo Nickal er sem bara 28 ára þú veist, það er alveg, þú veist, á þessum aldri er maður ennþá bara svona að, þú veist, að læra hluti í börnum, hann er ekki tekið marga MMA barða, þannig að það er kannski ekki öll von úti fyrir hann að gæja en þú veist, hæblestin fór af teinunum þú veist, hann er ekki lengur þessi title contender sem hann hélt hann gæti orðið á næstu árum hann var virkilega að fara að bæta ýmsa hluti og bara meira reynslu og jafnvel hvort hann sé eitthvað sjúin á maincard á stórum eventum orðið Nei, já, nokkulega Þú veist, er Dana White að fara að horfa á hann bara ég ætla að setja á hann þriðja síðasta bardaðan einhverju risastóru karti því að það er geðið gaman að horfa á það var ekki mainkartið í Madison Square Garden Nei, í bráð, sko Nei, en það getur líka með karti, sko hann er núna 7-0 með MMA bardamaður hann er ekki með mikla reynslu þetta er ekki MMA bardamaður hann er vissilega að sigra Paul Craig sem er alveg eitthvað, þú veist, það er eitthvað þú veist alveg að sækja sigra gegn reyndum MMA-mönnum þannig að þú veist, ok, 28 ára þú veist, hann alveg gera góða hluti per se skilur bara, þú veist, bara það að UFC sé að reyna að selja mér þú veist, þennan gæja sem
þú veist, næsta champion þegar hann á svo klárlega fullt eftir. Svo hann sagði einhvern tímann að hann ætlaði bara að berjast á main cards, skilur, og setja þær kröfur og eftir bardagan í viðtalni og sagði hann að hann hefði dominerað Paul Craig over 3 rounds og svo þannig að put a beating on him. Ég var bara eitthvað, nei. Þú gerir það alls ekki. Þú er bara aðeins þú edsaður þetta á stigum þú getur ekki sagt neitt annað en það. Og sko, fyrsta lóta var í rauninu verið ekki þín. Þú var svona á okkur svona vinsældum, sko. Já, 100%. Vann hann gáa, þú veist, voru allir 3 sem gáa hann fyrst þegar, mér fannst Paul Craig bara taka fyrst. Ég sá bara ekki skorkvörðin. Ég heyrði þau, sko. Mér fannst allavega einn sem gaf það þannig. Já, ég allavega hérna, nú erum við í ykkur svona Google-keppni en hérna ég heyrði það þannig, mér skildist að það hefði verið 30-27 á línuna. Bónekal hérna þetta maður sjá Jú Herru, hann fær 30 þeir gefa hann allir 30 27. Það er galið, sko. Það er galið. Algjörlega galið, sko. Það er gjörsamlega galið. Hvernig getur engin dómarana séð þessa fyrstu lútu eins og hún var í raun og veru? Vá, mér langar bara að fara að horfa á þetta aftur. Já, ég var svona velta fyrir mig hvort ég hafi verið biased eða eitthvað, sko, eða hvort ég hati Bónekal eða sé eitthvað svona vondur út í hans, skilur. Smá. Já. Mér fannst ég var ekki, þú veist, í annar lútunni skrifaði hjá mér, ég upplota en mér fannst Bó eddsana. Ég var ekki, þú veist, ég var ekki biased. Ég hefði alveg getað gefið þessa lútu á Craig ef ég hefði verið biased. Það hefði verið auðvelt að selja sér ef maður héldi með þeirra görnum að Craig hefði unnið. Ég gerði það ekki út af því að ég var ekki biased. En bara Bónekal vann ekki þessu fyrstu lútu. Ég bara veði á húsinu mér upp á það, sko. Já, skriði maður. En ég er ekki peppaður fyrir næsta Bónekal bardaga. Nei, ekki heldur. Má hafa hann á prelims eða eitthvað. Ég er svona feature prelims eða eitthvað. Hann er orðin svona Jake Paul, ég er svona býð þegar hann tapi. Já, svolítið þannig. Þannig hann er komið þangað, sko. Við leiðilegt, sko. Þetta er fýtt gauður samt, sko. Já. Persónulega er þetta geggjað gæi. Já, það var mjög heilsteftur, flottur strákur. Bara með góðan fókus og hausinn rétt skruðan á. Já, veist, ég myndi ekki neina að fá mig bjór með honum, en ég var til líka út svo smoothie eða eitthvað, því að ég vil ekki, svona, hann er svo heilsusamlegur eitthvað. Þannig ég til í það. Herru, við hefum 2 bara eftir á minnkantinu, þannig að við svona rennum aðeins yfir þetta. Vivian Araújo á móti Karin Silva. Það voru allir með þetta einhvern veginn á Karin Silva, að Karin Silva myndi vinna þetta í decision. En það er sko mjög langt síðan. Eða pælum í þriðlóti í þessum bardaga. Þannig að Karin Silva fyrir að leggjast á bakið, alveg buguð. Þetta, sko, ég man eftir að sé þetta í UFC áður fyrr. Ég hef ekki séð þetta lengi og hvað þetta er óþægilegt, maður. Já, líka þegar hún bara var að bjóða, hún var hún tók þetta frontkick hana í fyrst skipti sem að Araujo hendin á baki og hún, þú veist, og þá fór hún bara að gera þetta aftur og aftur út af því að hún vildi bara þetta. Maður sé líka hún setur svona hendin á baki og hún er alveg búin að eitthvað. En Araujo, hennar hlutabrið hækkun að þessum bara. Já, að maður var svona að byrja að afskrifa hana. Já, en mér finnst hún bara lúka vel, sko. Bara Karin Silva var á biluðu rönni, sko. Já, og bara hún er líka bara negla, sko. Þú veist, maður sá alveg þegar hún hitti sérstaklega í annar lótunni, þegar hún var að hitta Araujo var ekki hrifin af því að þegar Silva var að hitta hana, sko. Hún vildi það alls ekki. Þannig að þú veist, það er fullt af power í þessari konu, sko. En það var, sko, í fyrstu lótunni var hún bara rosa kærlaus. Hún var svona eiginlega bara acting aloof og mér var svo fyndið, sko, fyrstu 3 mínúturnar af fyrstu lótunni, moodskiftið hjá þeim tveim. Þegar maður Araujo fannst mér komið pínu stressuð inn í fyrstu lótu, svona órugg var rosa mikið á hjólinu og var bara annars hlaupandi með frá búrinu og með Silva bara eldan og var bara, þú veist, bobbandi hausnum bara alveg slögg, sko, og svona hálf kærlaus, en svo eftir svona þegar voru 3 mínútur búna þá sá maður bara þetta shift, þetta momentum shift, hvað hefði mikil áhrif á andlegu hliðina þeim báðum, sko. Þá sá maður bara Karin Silva var bara stressuð, orðin pínu þreytt, það var ekki að ganga og meðan Araujo var bara, heyrðu, allt sem ég er að gera er bara að virka þokkalega, sko. Já, nefnilega. Sem bara geggjað því að maður svona horfði á þetta, maður bara horfði á Silva einhvern veginn bara svona fjara út og Araujo bara, það gefið, sko. Ég svona skammast mér eiginlega fyrir að hafa, sko, afskrifað hann svona mikið, en hún er sko 37 ára. Araujo? Já. Það sást ekki. Nei. Hún var bara snörp og bara með fjarlæði distant í mjög góðum málum og mikið sneggri og fótaburðurinn
bara þrusu flottur í hann hún var ótrúlega góð í að sérstaklega í fyrstu tveim svona fyrir hlutunum annari og fyrstu að skila höggum og koma sér út án þess að Silva eftir mikið breyki að koma með eitthvað tilbaka það gerði svo hratt og þú veist ég hefði ekki haldið fyrirfram að 30 að þú veist einhvern sem 37 ára að keppa móti einhvern sem töluvert yngri gæti þetta bara Hvað Karini Silva gömul? 30 sko ég myndi að horfði bara svona veist, ok, hún var á unbeaten run í UFC búin að vinna alla 4 barðana, líti ósla vel út en maður reiknaði ekki alveg nógu vel með því þú veist, hvað Vivian Araújo er með mikla reynslu hún er búin að berja sig fullt af geggjum gælum í þessari deild þú veist, eitthvað sem að þú veist, Karini Silva bara hefur ekki gert Nei, sammála það kom svolítið í ljós þarna Já, og maður er rosa gjarni með þetta og gleym, það er góða punktur maður er rosa gjarni á að taka þetta ekki inn í myndina þú veist þú veist, það er til dæmis ástæðan fyrir okkur ég nánast kallaði Chandler bara mínútu fyrir mínútu, hann var bara út í að horfa á hvað Oliveri var búin að keppa við síðustu 2,5-3 árum og Chandler var ekki búin að vera að keppa eiginlega bara við neitt Já, bara keppa við hérna Conor McGregor Já, bara á Twitter að reyna að fá hann inn í hringin sko. Get your house together Ég meina, hvað heldur hann sé búin að byrja og hætta í mörgum kömpum á síðustu 1,5 árin Já Glata dæmi sko Mhm. En já Ég veit ekki hvort að Vivian Araújo sé samt komin á eitthvað ról sko en þetta var allavega Hún er komin í umræður að þú veist, að komast á rönnið þó hún sé ekki að komast í ykkur umræður titil ég með myndar hann á þér sko Ég var ekki alveg komin í umræður að vera kannski komin á rönn sko. Já, ég með að þú veist, ég var alveg til að sjá hann að fá einn barda og ef hún vinnur hann vel, þá vil ég sjá hann að bara fá topp 3 eða eitthvað Já, ok, maður minnur einnig við bara að fá topp 3 Já, Topp 3? Já, það er það sem að skáldið sagði Já, ok Það er stór orð Já, það er stór Það er mjög stór orð Ég man ekki í hvað hún er rengt 12 eða eitthvað núna ekki Já, í hvað hérna Viktor Ég veit aldrei hvað það Þetta er flyweight sko Já, þannig að það er Shevchenko Já, Shevchenko er champ sko Já, hún vinnur ekki Shevchenko Nei, hún gerir það ekki Grasso heldur Nei Já, Vivian Araújo er í 9. sæti Það var engin breyting þarna Karini er í 11. og við erum áfram í 9. En nú er það ekki galið ef hún vinnur einnig viðbútt og hún fá topp 5 ef hún er í 9. Já, nei, það er ekkert galið Nei, það er ekkert svo galið Örsek fekk titilskot í 9. sko 10. og 11. Já, sko, Já, allt getur gerst já. Herru, hérna kærastæðin fílar það röf Ég fíla það röf í Já, herðu, ég var samt að ræða Ok, þetta var mjög gott En við fengum að sjá hana glaring veikleika í leikplaninu Röffi í fyrsta sinn Er það kardíuð? Já, 100% Þetta er bara Conor McGregor Hann er bara í alvörunni brasilíska útgáfan Conor Hann stendur eins og Conor hann slægir eins og Conor Eina sem vantar er bara þessi striga kjaftur þú veist, eftir og þá væri hann bara nákvæmlega eins og Conor því að hann byrjar að gasa á saman tíma á Conor Já, það er svolítið eins og hann hafa bara stúderað Conor bara his every move Þeir eru líka með svona svipa bodybuild sko Mauricio McGruffy Já bara stansið allt þetta en með svo bara krafturinn en James Lontop er nýju uppáhaldsfætir minn sko já hans hlutabrið ruku shit hvað var flottur líka bara hann gafst aldrei upp þetta var bara og þú veist Röffi var bara komin í vesen í lokin sko og mér fannst að finna í síðustu lótinni mér fannst að bara pressa Röffi vel og hann var bara að reyna að koma sér hjá því að vera í einhverju exchanges við hann í lokin því hann var bara ekki með krafti niður, fannst mér þannig að ég veit ekki, ég er bara mjög spenntur fyrir honum Lontop Lontop, já og ég er áfram mjög spenntur fyrir Röffi já, ég er náttúrulega líka spenntur fyrir Röffi en það er gaman að sjá sko, út af að hann virkaði svo otherworldly á tímabili, ég var bara this man is a god gaman að sjá þá verða mennska já, ég hef aldrei verið með Röffi þar sko nei, ég var með þar ég hugsaði bara champ on 18 mánuð já, ég hef hugsað þetta geti en þá verið champ á 18 mánuð já, hann getur það en ég held að ef einhver klinsan ef einhver eyðir fyrstu lótunni að klinsan er fyrir búrið þá
getur hann alveg unnið hann. Klart mál. Já, hann á ýmislegt eftir ólægt. Það kemur mjög mikið óvart ef hann yrði champ á næstu 2 árum. Þú veist, hann 28 ára í welterweight sem fucking stacked-dild. Yep. Og það eru alveg kardíóvélar hann sem að, þú veist, geta alveg tekið kraftin úr honum í fyrstu lótunni og svo longtoppaðan eins og longtopp gerði í þriðju lótunni bara eldan og bara, ok, þú getur ekki lengi slegið fast, þannig að bara, let's do this. Já, það makes sense. Herri, það var hérna main... Sáu þið samt Hurricane, fyrir ekki, tornado kickið hans, sem hann reyndi í fyrstu lótu þegar hann meitti longtopp. Hann meitti longtopp, hann var bara hársbreytt frá því að klára hann í fyrstu lótunni, seint í fyrstu lótunni, og þegar í staðin fyrir að stolka hann og klára hann, þá reyndi hann eitthvað tornado kick. Nice. Það var geðvikt, sko, ok, horfðu þetta þið verða að segja þetta. Núna líður mér bara eins og ég hafi bara ekki hort á hann barða, en ég veit ég horfði á hann barða. Ég alveg svona stoppaði, spólaði tilbaka og bara eitthvað, wow, that's amazing. Maður er alltaf svo þreyttur maður að horfa á þetta. Það er miðja fucking nótt. Leil að horfa á livestreamið, Heiðari bara, hei, spólaði tilbaka. Nei, nú stoppum við. Við og tekið tölvuna fram eitthvað að skrifa í ógeðslega gaman fyrir Gilli að horfa og segja með mér, sko. Greið. Þannig að hann talaði um mig, ég bara, ég er að skrifa henni, Ég er með honorable mention af prílimskarðinu. Já, hvað með? Það er Roberto Romero. Yes! Hann var geggjaður. Það bara gaf honum engin eina von. Þú veist bara, stuðlarnir voru bara allir á því að David Onama væri að fara að klára hann. Og hann bara, þú veist, hann tók fyrstu lótuna. Og bara, svo tók Onama smá yfir. En bara, djöld komum hann óvart. Skemmtilega gæði. Mjög svo. En David Onama bara, ógeðslega góður. En þessi Roberto Romero kom inn bara með mjög stundin fyrirvara, gaf honum fight og bara mætti í Madison Square Garden, gerði sitt besta, hitlaði land og þjóð og 3 Íslendinga bara, og þú fórst að tippa á hann alveg live. Tippaði á móti mér. Það er ekki maður sem býður þessu manni í heimsókn. Hann er ekki, hvað tippaði þú á? Og svo byrjar hann að tippa móti manni. Viskaði hérna, sko. Elskar það. Nice. Ég vann þetta bett, sko. Já, þú gerði það. Another honorable mention og þú fíla Gilli, ég fíla Guillotine. Það er hitt í stúdíónu. Jim Miller átti eitt fallegasta Guillotine sem að ég bara augum mínum litið. Þetta var ógeðslega vel gert. Ég elska Guillotine, sko. Það er einu söppi sem ég get einhvern veginn farið í og sem að einhvern veginn virkar stundum. Aðalega bara gegn hvíbeltingum sem að vinna skrifstofavinnu. Virkar sem deil aldrei MMA. Nei, nefnum að segja Jim Miller. Það sýnir bara reynst. Miller time. What a man. Hann ætlar að berjast 5 sinnum í viðbót. Já. Það voru fréttur það á MMA-fréttum. En sko bara, þú veist, hvernig hann gerði það, hvernig hann einhvern veginn englaði mjöðmynda sínar, hnén upp. Það var allt bara. Textbook. Ég held að segja sko the Miller textbook. The Miller textbook. Skrifaði þetta textbook. Sína eigin textbook. Hann hefur bara pælt ógeðslega mikið í hinu fullkomna Guillotine og bara executaði þarna. Og Damon Jackson var bara, þetta var ofdjúft. Þannig hann jumpaði þetta Gilli, sko. Ég ætla að horfa á þetta aftur. Þegar hann gerði þetta svo fucking vel. Shit. Við verðum að hætta að blóta í þessu podcasti, en shit, þetta var svo gott. Þetta var gott. Hann nú gert það nokkuð svona áður. Ég sé að hann gerði þetta á móti Donald Cerrone og hann átt nokkuð Guillotine, sko. Hann ætla sko búið með 45 barda, 27 sigra. Hann vill ná þessu upp í 50 og 30. Þannig að ef hann vinnur 3 á þessum síðustu 5 þá var hann komin á stað sem hann er tilbúin að hætta. Taka trilógíu með Tony Ferguson og hvað svo? Mér finnst svo leiðilegt að það var ekki sett saman Jim Miller á móti og Immortal Matt Brown. Það hefði átt að vera sett saman. Það hefði verið banger, sko. Matt Brown vildi það svo mikið, sko. Það hefði líka verið alvöru banger, sko. Þeir eru báðir svona throw caution to the wind gæja, sko. Þessi barndagi átt að vera á 300. Í staðin fyrir að láta Jim Miller mæta Bobby Green á 300. Jim Miller átt að mæta Matt Brown á 300. Og það er eiginlega bara harmleikur að það hefði ekki gest. Er Brown hættur það? Já. Harmleikur í samtímanum. Það þar, en annars, voru 2 önnur performance of the night. Eitt voru til Ramis Brahimaj og hinn fór til Oban Elliott. Oban Elliott geggjaður. Já, hrikalega góður. En ég ætla að segja skili við þetta kart svo við getum rétt tiplað á UFC næstu helgi. Sem er veisla, maður. Og verður
í hádeginu. Maincard byrjar klukkan 11 í hádeginu og það partí á mínigarnum. Við erum með partí í mínigarnum. Já. Þetta verður veisla og við ætlum að gefa hérna borð með bjór og kjúklingagum. Nice. Það verður leikur í vikunni. Já. Þannig það byrtist ekki bara í dag fyrir hlustendur. Já, byrtist í dag fyrir hlustendur. Bara á Instagram með ykkur, takið þátt í leiknum. Þegar þið hlustu hana þátt í hádeginu, þá verður þetta dettin. Já, heldur betur. Þetta ágætiskart í Galaxy Arena, hvað er það? Þetta í Macau í Kína. Þess vegna er þetta svo góðum tíma. Þetta nefnilega núna fá bandaríkjamennir að kynnast því hvernig það að horfa á maincard klukkan 3 nóttina. Núna er þetta bara eitthvað svona 3 AM Eastern. Djöðlega gott á maður. Já. En ok. Herru, já, en það bara annað hver maður hérna frá Kína. En já, að góður venju, að þá main eventið ekki tengt heimalandinu. Það er Peter Yan frá Rússlandi gegn Davison Figueiredo frá Brasilíu. Ok, þannig erum við að tala um þannig erum við að tala um eitt besta matchup sem ég séð lengi sem ekki svona titil svona bardagi, skilur þessi tveir, þetta verður þessi skemmtanagildi sem bardaga verður through the roof. Og ef að vinnir, ef annarkvort sigrar þetta með eitthvað svona spectacular dæmi, þá er það titilskot. Já, 100%. Ég held meira þess að ef Peter Yan vinnur þetta, þá held ég hann fari beint í titilskot, sko. Ég get alveg trúið því. Ég held samt að Figgy taki það. Figgy búin að vera on fire síðan hann kom í bantamweight, sko. Var það samt? Var hann ekki það voru glópur í síðasta partagi, það ekki? Það var svona... Það mátti Marlon vera. Já. Hann allan að vann það unanimously, sko. Já. En hérna, ég maður bara, hann tók bantamweight debut sitt með Rob Font, sem við vitum að ennþá bara styti Kylie Phillips og þú veist, var heavy underdog þarna síðast, vann Kyler Phillips, getur ennþá strítt hvernig sem svo þetta fekk hann Cody Garbrandt eftir Rob Font sem kannski must win, náttúrulega bara tjókaði hann út, sko. En mætti svo Marlon Vera sem var náttúrulega bara að berjast titilinn fyrir skömmu. Þannig að, þú veist, þetta er bara svo 3 góðir sigrar síðan hann kom í bantamweight. Núna fær hann alvöru gæja í Peter Yan. Og ef hann vinnur það, þú veist, þá bara the world's his oyster, sko. Já, ég veit samt ef Peter Yan hittar hann illa að þetta gæti orðið harðasta högg sem að Figueiredo hefur getið í UFC-keppni. Já, ég held að líka. Og sko, Peter Yan er 31. Figueiredo er 36 ára gamall. Já. Það er engin aldur. Verður 37 núna í miðjum desember. Sko, í þessari vikt er það alveg aldur, sko. Það er aldur, sko. Já, eitthvað sem. Það er alveg og Peter Yan, þú veist, við erum að tala um world class 31 ársgauður sem var dominant champ fyrir nokkrum árum, sko. Og hann er hann er á rönnuna búin að vann síðasta bardaga á móti Sonja Dawn sem bara mjög flottu sigur. Mjög góður Sonja Dawn. Tapar á móti Merab sem var bara competitive bardagi, eiginlega eini competitive bardagi sem ég sé Merab í svolítið tíma. Kefti Sjónamæli, tapaði þar, allt brjálað út af því það átt að vera rán og ég skoraði þetta til Peter Yan sjálfur og Sjónamæli talaði mér eftir bardaginu eins og hann svona var ekki alveg viss hvernig hún þetta hefði átt að fara og svo tapaði hann á móti Alan Sterling í bardagi sem ég fannst hann líka hefði átt að vinna. Og Dana White var í bæði skiptin yfir þessum 2 bardagum að segja að þetta hefði verið close eða meira svo í Sterling bardagan sagði hann að það hefði verið ránt. Þannig að þú veist, ég held hann sé alveg með innegg þótt hann sé tapað 3 vinnur 1 þá held ég hann sé alveg með innegg að með góðum sigri hérna getur hann fengið titilskot þrátt fyrir rekordin sem maður sér á Typology, skilur við. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega bara allir 3 síðustu champs sem þessi 3 töp, þetta er allt champs. Vafasum töp líka. Já, einmitt. Ég held einmitt hérna að hann eigi fullt inni. Já, 31 árs, hann er dettin á bestu ári sinni núna. Já. Ég sammála. Sko, ég gef þetta heilshugar á Peter Yan. Já, ég líka. Ok, ég ætla ekki að segja heilshugar, sko, en mér finnst svona, þú veist, nokkuð nei. Bara mér finnst svona aldur og fyrir störf benda til þess að Peter Yan takir þetta. Já, ég er sammála. Ég held að Figueiredo taki fyrstu lotu og Yan taki rest. Já. En það er stuðlinn sko 1,29 á Peter Yan. Já, einmitt. Það er ekki hár stuðl. Reglan segir það ekki alveg eitthvað 3 á Figgy eða eitthvað? 3,75. Það er svolítið, það var mitt parleik, sko. Já, en markaðurinn er þá svolítið sammála okkur, sko. Já, einhver. Hvað segir þú, Biggi? Ég segi Figgy, sko. Já, hvernig? Ég veit ekki, ég bara...
Bara decision, hann svolítið svona grændar út decision sigur. Er þetta ekki 5 lótu bardagi? Jú. Það vinnur með Peter Yan. Já. Hann ofbóðslega góður championship round bardagi. Hann yfirleitt frekar hægur í gangi fyrstu lótu. Já, veistu, ég pældi ekki í því. Þetta hallast kannski aðeins meira Peter Yan núna þegar maður fyrir pælið þetta séu 5 lótur. Mér fannst í bardaganum, hann er ekki droslega ferskur í minningunni, sko, en mér fannst rosa mikið eins og það hafi aðeins hallað á kardíómið hans Viggi í hefur alltaf gert svolítið þegar líður á bardagan. Hann er ofbóðslega sprengið í þessu manni, sko. Já, og mér var svona eins og hann var svona komin í djúpa vatnið þarna eftir 3 lótu gegn Marlon Vera. Já, og Marlon Vera er ekki high pace striker. Nei, sem er að pushing the pace, skilur. Og hann er half the striker, Peter Yan is. Já, 100%. Og Peter Yan er pushing the pace, sko. Hann er yfirleitt, fyrsta lótinu af Peter Yan er yfirleitt frekar róleg. Hann vinnur hann oft, en það er yfirleitt í upplóta, svo fer hann að taka yfir með bara pushing the pace, geggjuðu kardiói og geggjaðri tækni. Og svo náttúrulega hjarta sem bara og grimt sem maður sér ekkert í mörgum bardagaminu, sko. Ég sé bara ekki hvaða leið Figueiredo á að vinna þetta í 5 lótu bardaga. 3 lótu bardagi, samanlega bygga. Ég myndi gefa honum einhvern síðan meiri séns, þú veist, ég myndi horfa á þetta sem jafnari bardaga þá. En ég held bara í 5 lótu bardaga sé Peter Yan a problem fyrir Figueiredo. Já, ég er sammálagur maður. Loksins maður, come to your senses. Já, einmitt. En þú veist, Figueiredo gæti tekið 2 fyrstu lótunar. Já, nokkuð vel held ég. En 5 lótu bardagi, jú, ég er komin yfir í hann. Já, ég sé ljósið, strákar. Já, þess meira þess að líka sko bara í öllum svona glímutilburðum Peter Yan bæði búin að æfa fyrir Aljamain Sterling og Merab. Já. Og bara defensive takedowns er bara, defensively er bara mjög góður og hefur bara alltaf verið með glímuna í pókaðinu. Hefur alltaf blandaði vel inn í strækingin sitt. Þú veist, svona til að þegar hann þarf að því halda. Þú veist, og hann hefur klárlega verið að æfa það mikið á móti Sterling, þannig að þú veist, Figueiredo held ég er ekki að fara að taka einhverja glímu til, og Figueiredo er heldur ekki rosalega mikið þar. Nei. Hann vill stræka, sko. Þótt hann hafi alla þessa glímu í sér, hann langar að stræka, sko. Og það er bara ekki góð hugmynd í 5 lótu bardaga á móti Peter Yan. Nei, ég er alls saman. En svo er það svona main eventið sem að fekk ekki að vera main eventið, kínverska main eventið. Yan Xiaonan á móti Tabata Ricci. Baby Shark. Baby Shark komin í Enemy Waters. Mér finnst þetta Já, Biggi, meira svona let's go. Herru, við þurfum að fara að mæta með fötu hérna. Já, þetta en erum við samt, þetta er sexy fucking matchup líka. Þetta verður skemmtilegu bardagi. Já. Sko, Yan Xiaonan þetta sýndi að móti Weili Zhang að hún átti helling inni. Já, bara Weili Zhang þurfti að taka það í gólfi til að vinna þann bardaga, sko. Já, einmitt. Hún gæti ekki staðið og strækað, sko. Nei. Þannig að þú veist Xiaonan er bara geggjaður strækjur og þetta verður flottu bardagi. Þessi 2 bardagar, þetta gæti alveg verið með skemmtilegri svona matchupum sem ég sé í svona tíma. Já, ég sammála. Sko, ég er mikill Tabata Ricci maður. Já, ég veit. Ég sé hvernig maður þú ert. Ég er svona Mackenzie Dern level. Já. Bara skemmtileg hvernig brasilísku stelpunar eru ótrúlega oft þína konur, sko. Já, ég veit ekki hvað það er. Ég fyndi samt, útúr, en á kortinu núna helgina og heyrði ég að lýsinu voru að tala bara ekki, alla gelunir þessum döð bara voru brasar og fyndi út að við vorum að ræða í síðast þætti. Þú veist, það væri áhugavert að skoða bara landar hlutfullin, skilur, sem er í gangi núna í UFC. Ég held að Brasilia sé bara meir hlutin af konunum í topp 10 held ég séu brasar. Já, brasarnir gera það gott, sko. Það hafa alltaf gert, sko. Já. Af hverju er svona brasilíska konur svona ógeðslega góðar? Þú veist, hver eru 2 bestu konur allra tíma að barða konur allra tíma? Amanda Nunes og Cyborg, eða ekki? Ég veit ekki best það. Það áttu geggjaðan feril. Ég meina þegar hún var ósigrandi, það er í topp 3, getur við ekki alveg sagt það? Jú, topp 5. Er ekki 2 brasar? Já. Það er 40%! Við erum að tala um bestu konur allra tíma, sko. Við erum ekki að tala um bara eitthvað topp 5 núna, við erum að tala um bara bestu konur allra tíma. Bara að finna, ef maður er að tala um topp 5 bestu konur allra tíma, þá getur ekki sleppt þessum 2 brössum. Það er bara ekki hægt. Síðan raðurinn hann kannski, Shevchenko og Ronda Rousey 2005, þú veist, eitthvað. Við vorum að tala við Ronda Rousey 2004-2005. Og með Davíð hérna áðan,
og tala að krakkar færi í skólakerfið og finnst ekki í skólakerfinu þá færir eitthvað í ruglið og eitthvað svona hvað mikið af meisturum sem að urðu aldrei neitt skilur við Akkurat bara skólakerfið í Brasilíu mjög lélegt Ég held að en kannski fá þið bara íþróttir í staði og það bara geggjaðir íþróttum Ég held að græði mitt svolítið á sko, þetta eins og með blökkumenn í Bandaríkjunum þeir alst upp, þú veist, í töluvert harðar aðstæðum í erfiðari hverfum og þurfa svolítið að fend for themselves fyrr og þeir vita að þetta leiði mín út Ég held að svipaði Brasilíu sérstaklega í fátækjarunum bara, þú veist, íþróttir eru leiðin þín hérna út Já, algjörlega Getur vel svolítið verið sko og líka bara þú veist hvað ætlar að gera af daginn skilur eða ertu ekki að stunda ykkur íþróttir ertu þá ekki bara eitthvað að slæpast og... Jú, bara örugglega einhverjum þú veist það náttúrulega bara glæpaklikkur hann í Brasilíu ekkert djók sko og það bara heilu hverfin sem eru bara undir stjórn glæpaklika þannig að þessi rosa auðvelt að detti þann farveg ef þú ert ekki með eitthvað skýrt markmið í gangi sko Já, þetta glæpaklíkur og svona Fyndi samt sko ég hef alveg verið sko atvinnulegis og ekki í skóla á sama tíma og ég hef aldrei fengið boðið með joina glæpaklík Nei, það kemur ekki á óvart Ég fer samt alveg út og ég svona slæpast og ég svona sparki steina og kannski kýli rúðu og svona en það enginn sem svona hey you got talent kid join my glæpaklíka Já, ég skil það pínlítið sko, ég myndi skilja það betur og myndi fá bóð núna heldur en því ég kynntist það fyrst Að joina glæpaklíku? Já, því að þá varstu náttúrulega bara ekki useful sko ég veit ekki hvað glæpaklíka hefði það notað því á þeim tíma Hvað ætti glæpaklíka að nota mig núna? Nú ertu komið svo strípur og hvítabelti Já, þú ert allan að koma með pínu jits og svona, skilur Já, meðan til að fara að fokka upp ykkur fólki Hvað gera glæpamenn? Smygla dópi? Jó, það líka Manstu þú varst að smygla Tonga Dali til Íslands? Þú varst að fara á taugum sko Já, nei Herru steinar úr glerhúsum Halló Herðu, ég var cool as a cucumber sko Ég svitsaði mér í íska reymi til að koma okkur út úr hana pínu vesinni en nonni var bara að fara á límingunum sko þannig að ég getur eftir ímyndað mér og er með eitthvað sem var í alvörunni bannað í bakpokanum sko Þetta var klukkan alltaf bara kortur í 11 og þú bara herru ég ætla að fara að ljúga upp á nonna Ég er bara dagsað Prove it og ég sanna þessi dagsagt, þetta er ekki dagsagt Herru, mjög skemmtilega, þeir sem að bara þekka ykkur strákarinn geta heyrt þessa sögut maður setna við getum lýst þessu ævintýri okkar til Wales sem var mjög skemmtilegt það var mjög gaman hvar voru við maður? Við erum í þessu Kínakarti það eru 3 bardagar á þessu karti sem er eitthvað Tournament Championship voru þið búin að taka eftir þessu? Jó, ég er búin að taka eftir þessu en ég veit ekki alveg hvað þetta er þetta lítur að vera eitthvað svona contender series Já, eitthvað Road to UFC Já, það er eitthvað en það er einhver úrslita viður móti konu og konu og svo Kiru Shota móti Dong Hun Choi best að vera ekkert að bera fram þessi þetta var mikið sko það er best að alltaf heiðaring að gera það Nei, sko, ég var að bera fram nafn sem ég hef sagt oft áður og ég var í tómu tjóni sko þannig ég ætla ekki að reyna við nöfnin þeim sem ég þekki ekki sko en já, ætli þetta sé ekki bara þetta Road to UFC sem að er í gangi í Asíu sem að já, svona basically eins og töfið Já En það er eitt barndagi sem mér langar að flagga hérna, það er Volkan Ozdemir á móti Carlos Ulberg. Það er bara geggjað fett. Já. Bara, þú veist, þetta er ekki bara svona kingveri, nei, Volkan Ozdemir á móti Carlos Ulberg. Kingveri. Já, það er rétt. En sko, ég veit ekki, það er þetta tournament-dæmi, Xiao Kan Feng á móti Ming Shi. Það að reyna fyrir mér í kýminskunum sko. Ég vildi ekki skilja það eftir útundan, ég vildi gefa mig shoutout en það er rétt hjá þér, Volkan Ozdemir á móti Carlos Ulberg ég held að þetta sé Carlos Ulberg bardagi ég held að hann getur komið þarna inn hrikalega sterkur og öflugur, Volkan Ozdemir ég ætla ekki að segja hann er alltaf segur maður hann er segur sko, en það þarf að vera meir en segur sko. Já, kannski en hann er samt aðeins svona að finna fætunar aftur sko, eftir sko, hann er samt búin að vinna sko, 2 bardaga í röð í fyrstu lótu reynir ekkert choke og uppercut á glímu og striking þannig að hann er í stuði og líka, þú veist, Johnny Walker síðast Bogdan Gurskov fyrir það Já, Johnny Walker er ekki búin að vera í stuði Nei, kannski ekki en náttúrulega, þú veist, reynslan sem hann er búin að fá þú veist, undanverði minna, hann er búin að mætti Jiri Prohaska Magomed Ankalaev, Alexander Rakic þú veist, hann er búin að vera að mæta góðum gaurum Dominic Reyes og Anthony Smith fyrir það Daniel Cormier fyrir það þú veist, hann er með reynsluna en Carlos Ulberg er með eitthvað svona sérstætt hann er með eitthvað smá X-faktor við sig sko. Þetta er mikið cancelled bouts Ulberg? Já, einmitt
En ég meina, það átt að Madsen henda á móti Anthony Smith, Jamal Hill 24 Já, þannig að það er greinlega helling street cred hjá þessum manni í UFC. Já, og þeir eru líka svona svipum aldrin nema maður svona hefur á tilfinningunni að einhvern veginn að Volkan svona gamall sem er einhvern veginn á niðurleið en Carlos Ulberg er 34 að reynslu minni og já, fullt af cancel bát en flottu kickboxer sko. Þannig það. Herru, ég hef svo mikið meira til að fjölur það þetta kart. Er eitthvað sérstaklega sem þú viljið draga fram? Nei, ekki mikið meira sko. Nei, það er gott. Herru, ég ætla bara að minna hlustundur og mæður þeirra á að þátturinn er sjálfsögðu í boði Minigasins, heimavelli bardaíþrótta, M-Fitness, glæsilegur íþróttafatnaður, lóð og jógavörur. Seiðkarlinn í Fákafenni, þar sem þú finnur fæðibóðefni og heilsuvörur sem þú finnur ekki í annar staðar, eins og náttúrulega sterabústara, heilsu, sveppablöndur og vandaði matur án efna. Svo er þetta boxbúðin með vandaði tatami og ljónevörur. Svo er nýjustu strákarnir á götunni, chili salsa, bragðgóðu mexíkosku matur á skólavörustíg ásamt prepparnum, Vesturlandsvegi og Suðurlandsbrönd. Mjög góð leið til að borða hollt, prepparinn. Ég get vátsjað fyrir það. Og svo er það, Myrkun gardínur á Smiðjuvegi. Það er teimið sem að gerði stúdíu okkar svona flott. Glæsilegu gardínur, ég er náttúrulega að skipta náttúrulega myndaðalina á milli þeir sem er að horfa. Svo getur skoðað þessar glæsilegu gardínur sem er. Að koma hann ekki líka bara að hendi þessu öllu upp með okkur og fann bara lausnir öllu og fylgum maður sko. Ógeðslega ánægður með hann. Já, ég er hrikalega ánægður með hann. Og bara sett upp panelin og eitthvað. Við settum upp panelin. Já, Bjarni setti panelin. Við gerum það. Og gardínur og eitthvað. Ég elska Myrkun gardínur á Smiðjuveginu. Og líka bara, þú veist, hann er svo hugmyndaríkur. Þú veist, við vorum hérna að skoða og hann var með milljón hugmyndur allt hérna og lausnir og bla bla bla. Ég var bara, herðum, ég ringi þig aftur hérna. Eins og flestir Íslandsmeistari í jiu-jitsu er hann góður í problem solving. Já, það er svona ég ekki Íslandsmeistari. Herru, en svo líka sko að því að hann smíðaði eitt með svona pop-up bar og þá var hann eitthvað svona, ég bara sá hann eitthvað 3 spýtur og hjól og ég hugsa bara, hvað með svona pop-up bar? Og ég hef oft labbað með 3 spýtum og eitthvað hjólum og bara svona, rusl. Já, hann var að segja mér að hann var að húka dælíðan á pop-up bar sin. Já, við þurfum að fara að kíkja á hann. Já, þannig að gaf okkur einhvern bjór sem að þú tókst bara með þér heim og enginn hefur séð sem þá. Ég gaf tengt á hann. Já, það. Já, að því að svo kemur hann til okkar bara. Hvernig var bjórinn? Hvernig var bjórinn? Er bara að smaka bjórinn? Og bara, nei, bjór. Ég fór á með tengt og hann vakti mikla lukku. Ég þarf að skora stig maður. Fyrirgefið. Þú varst að vinna stig tilbaka. Já, ég er að hendi kladdan sko. Já, herru, við þökkum öllum hlustundum kærlega fyrir að hlusta, bæði á Dom sem kom í þáttinn í gær, Davíð Rúnar í dag, þennan þátt og allt það sem er framöndan. Þannig að við sjáumst eftir á vikuliðni, ekki satt? Yes, sir. Geggjað, takk. Ætlum við að gefa þáttum út á morgun að